Viðbótarlífeyrissparnaður er sparnaður sem við borgum til þess að eiga, eins og orðið gefur til kynna, viðbót ofan á lífeyrinn þegar við hættum að vinna. Þetta er til viðbótar, eins og ég sagði, við lágmarksiðgjaldið í lífeyrissjóð og það geta allir sem fá laun fengið að greiða viðbótarlífeyrissparnað og greiða það í svokallaðan séreignasjóð sem getur verið alltaf 4% af laununum. Þetta viðbótariðgjald er greitt í séreignasjóð, kallast viðbótarlífeyrissparnaður og er frádráttarbært frá skatti eins og lögbundnu lífeyrissjóðsiðgjöldin. En það getur ekki komið í staðinn fyrir þau. Launagreiðandi bætir síðan við þennan viðbótarlífeyrissparnað mótframlagi sem getur verið alltaf 2%. Munurinn á þessu tvennu er að iðgjald í lífeyrissjóð er trygging sem býr til réttindi en greiðsla í séreignasjóð er sparnaður sem skapar eign. Í hefðbundin lífeyrissjóð þá fær maður borgað þegar maður hættir að vinna ákveðna krónutölu sem er svo lítið breytt og maður eldist. En ef ég var búinn að borga einhvern ákveðin pening inn í lífeyrissjóðin þá fæ ég borgað tilbaka þó að ég lifi lengur og sé farin að fá meira en ég borgað inn. Það gerist ekki með viðbótarlífeyrissparnaðinn, þetta er bara ákveðin peningur sem ég á og þegar hann klárast þá er hann búinn og ég fæ ekki meir. En ef ég dey þá fá þeir sem að erfa það sem ég á, þeir fá viðbótarlífeyrissparnaðinn en þeir fá ekki hefðbundna lífeyrinn eða það sem er í þessum venjulega lífeyrissjóði.